Strandveiðitímabilið nýlega hafið. Nánar tiltekið hófst það eins og venja ber 2. maí. Fyrir þá sem ekki þekkja kerfið sem sett var á árið 2009 þá mega smábátar sem hafa fengið leyfi fyrir viðkomandi strandveiðitímabil veiða sem nemur 774 kílóum af slægðum þorski og fá 80% af verðmæti þess ufsa sem veiðist fyrir utan hinn svokallaða skammt af þorski. Magnús Guðbergsson strandveiði sjómaður frá Keflavík. Hann var byrjaður í útgerð 15 ára gamall og þekkir flesta hliða sjávarútvegs eins og handabakið á sér. Þegar strandveiðikerfið var sett á sínum tíma var talað frjálsar veiðar. Kerfið átti að gefa þeim sem ekki eiga kvóta kost á að nýta þessa sameiginlegu auðlind þjóðarinnar. Magnús fór yfir að í raun ekki mikið frelsi í þessum frjálsu veiðum. Strandveiðar eru bara einfaldlega bara þannig í dag. Það heita frjálsar strandveiðar. En þetta frelsi sem kallað í þessum orðum akkúrat ekki neitt. Við erum að tala takmörkun á dögum, 48 dagar, sem ekkert 48 dagar. 48 dagar á þessum 4 mánuðum. Maí, júní, júlí, ágúst. Já, það það sem að kerfið var kallað. 48 dagar. Og það var það sem að menn átt að geta veitt í þessu kerfi. Í dag erum við að veiða 29 til 30 daga. Þannig að þarna takmörkun af því að það kvóti á bakvið kerfið hjá okkur sem við veiðum úr og klárum. Já, sem hvað mikið? Það 10.000 tonn? Það 10.000 tonn útgefið. Eins og við fyrra eða eitthvað? Jú, já. Hefði mátt vera meira með við að þú segir að fiskur sé ómikið af fiskisjónum? Mætti bara vera 20.000 tonn þess vegna. En það ekki að vera neitt þak á þessu. Þetta kerfi, strandveiðar, þetta eru þessar rúllur hérna með 4 krókum hver. Þetta engin verksmiðja. Þetta veiðir ekkert endalaust yfir daginn sko. Við getum hámarka kannski 2-3 tonn á góðum degi. En það ekkert alltaf. Eins og ég segi, ég held að við ef við verðum bara að tala heilt yfir, að þá erum við að tala strandveiðikerfið með 48 dögum sem eru raunverulega 30 dagar í dag. Það eru 10.000 tonna bakviða, það ein takmörkun í viðbót. Takmörkun á tímafjölda dagsins. Já, það eru 14 klukkustundir frá því við leggjum úr höfn og komum í höfn. Ef við erum lengur en það, þá telst það inn á næsta dag hjá okkur og dregst það frá. Svo við erum takmarkaðir með 4 rúllur, við erum bara takmarkaðir við alls staðar. Þetta frelsi, svo kallaða frelsi eiginlega bara orðið eitt. Það ekkert raunverulegt frelsi í þessu. Nú þetta kerfi orðið hvað? Þetta ekki 15 ára gamalt, 2009 sem þetta byrjaði? Já, við minnum það svona cirka. Og hvað, Vinstri grænir, lofuðu þeir ekki Núna, gull og grænum skógum var þetta kerfi fyrir síðustu kosningar? Núna við síðustu kosningar þá var það slagorð Vinstri græna að gefa vel í strandveiðarnar og hjálpa þeim meira heldur en hefur verið gert og jafnvel bara frjálsar strandveiðar eins og slagorðið þeirra var fyrir kosningar. Þetta bara orðið eitt, þetta bara hjóm. Alveg eins og flest allt annað sem kemur frá þeim. Þetta hefur bara verið orðið eitt, ekkert á bakvið það. Hvernig myndið þú vilja sjá kerfið bara vera í Ég myndi bara vilja sjá frjálsar strandveiðar. Það bara svo einfalt. Ég sé ekki hvers vegna við ættum að takmarka okkur. Við erum umhverfisvænsta veiðiskap með 4 króka á hverju rúllu. Ég veit ekki hvað við getum skaða lífríkið eða bara, fiskistofna þjóðarinnar. Ég sé neitt skaði af því að veiða með þessum fáu rúllum hérna á svona litlu bátum. Þannig ef þú fengir að ráða þá mættu bara stunda frjálsar strandveiðar, 8 mánuði á ári? Ég myndi segja 8 mánuði vegna þess að við erum með smærri báta í þessu sem að hafa ekkert að gera á sjó kannski í nóvember, desember, janúar og febrúar. Og ekki líka annað sem kannski dálítið, þannig séð svona ósakir gagnvart alla þeim sem búa hinum einn á landinu. Þið eru þó allavega hérna á nokkuð hentuðu svæði. Hérna fiskurinn núna. En það ekki oft sem að þið eru nánast bara búin að klára þessi 10.000 tonn þegar almennilegu fiskur kemur fyrir norðaustan?
Jú, það alveg þannig og það eins og ég segi, það svæðaskiptingin, það ein takmörkun í viðbót. Þannig að þeir sem að búa þar ættu alveg að geta komið hingað og róið héðan. Það á ekki að vera neinn svæðaskipting á þessu, þetta bara bull. Þetta bara til þess að búa til úlfúð á milli manna innan kerfisins og það tilgangurinn með því að hafa svæðaskiptinguna. Það til þess að búa til illinda á milli okkar aðla innan kerfisins til þess að skapa ófrið í kerfinu. Já. Sem alveg óþarfi. Ég meina, það þarf ekki að vera að búa til vandamál þegar það hægt að leysa og hafa það miklu einfaldari. Þú taldir einhver 4 atriði, þessi höft, fara þessi yfir það aftur. Hvernig þetta svona að þetta ekkert frjálst, þannig séð? Nei, þetta ekki frjálst. Sko, 48 dagar ekki frelsi. Ekki fullkomið frelsi. Svo það sem sagt 12 dagar í mánuði. Sem sagt við megum bara róa mánudaga og til 50 daga, til og með 50 degi. Við megum bara vera 14 klukkustundir á sjó frá því við leysum frá bryggju og bindum aftur. Við megum bara taka 774 kíló af fiski á dag af óslægðu og við megum bara vera með 4 rúllur. Ég man ekki hvort það eru 4 krókar hámark, ég man það ekki, en það gæti svo sem alveg verið, því að það ekki ósennilegt að væri ein takmarkun í viðbót. En þetta takmarkanirnar og svo svæðaskiptingin og ná allt annað líka. Þetta svolítið mikið af takmarkunum í kerfi sem á að heita frjálst. Frjálsar strandveiðar, þetta orð á bara ekki við. Hvað eru margir bátar á þessari strandveiði í dagaldur, á þessu tímabili, veistu það? Ég gæti trúa að það séu nálga 700 sem verða í sumar. Já. En ertu ekkert smeykur það að ef að þeim yrði bara gefin frjálsi taumurinn og að þetta yrði, ég meina getur þetta ekkert orðið ofveiði? Þú meinar þá að komi miklu fleiri bátar inn og fleiri aðilar? Já, það bara þessi bátar sem eru núna, segjum að væri bara þessi bátar og þeim væri gefin, svona lausari taumurinn. Gæti það ekkert leitt til ofveiði? Eða nær þessi floti erfitt að ná því? Má ég nefna línuveiðarana sem eru með beitningavélarnar borð hjá sér, hversu margir krókar fara í sjóinn hjá þeim á dag? Það ofveiði? Eru þeir að valda ofveiði? Til dæmis bara samanburður, veist? Ef við horfum bara á línubáta, veistu hvað mörg þúsund krókar á hverjum bát sem fara í sjóinn? Við erum að tala 16 króka á bát. Hvað heldur að þeir fari oft í sjóinn á dag? Það ekki 1000. En við erum að tala sko, 1000 ekki 2000 krókar sem fari í sjóinn í hverjum róðri á svona stóru línubát. Og ekki talað ofveiði þar. Af hverju ætti að verða ofveiði á þessa litlu rúllur sem eru á síðunni hjá mér? Ég sé ekki raukinn fyrir þessu. Og allir þeir sem eru að stunda þennan veiðiskap, þið kunnið alveg að fara vel með aflann, þið eru alltaf með ís með ykkur. Ég landa allir í krapa og spara ekkert ísinn því ég veit að það bara hágæða hráefni sem skiptir máli fyrir kaupandan og neytandan. Við erum ekki að spara neitt í því að vera með góðan aðbúnað. Ég með fiskikör á dekki sem eru með einangruðu loki. Þannig að sólinn kemst hvergi að þessu. Ég opnaði þessa litla lúgu til þess að setja fiskinn niður og svo þetta lokað, skilurðu. Það engin sól að koma að stað þessu fiski hjá mér. Þannig að þetta ekkert verið aðbúnaðar heldur en í öðrum skipum sem að landa í krabba. Þannig eins og ég segi alltaf að vissulega allstaðar pottubrotin einhver staðar, líka á stórri skipunum og allavegana, það alltaf einhver svartur sauður einhver staðar en við lögum þetta innanfrá, við tölum við fólk sem ekki að standa sig, eða kann það ekki skilur, að koma nýtt inn í kerfið, kannski að fóta sig og kannski gerir ein mistök en það bara bent á það lagað, það ekkert óðalegt, mannlegum mistök allstaðar. Og ekki einmitt dálítið kannski svekkjandi í þessu, allar þessar ákvarðanir, þær virðast vera teknar bara við eitthvað skrifborðin í Reykjavík og kannski fólk sem hefur aldrei prófað að fara á strandið og það ekkert samráð haft við ykkur
upp á hvernig best var að gera þetta? Vantar ekki mikið upp á það? Það var ekkert samráð með okkur það hvað væri best fyrir okkur að gera og hvernig það væri best að hafa þetta. Það var aldrei neitt eins og þegar að framsalskerfið var sett á, þá voru allir útgerðarmenn kallaðir til og farið yfir stöðuna hvernig væri best að útfæra nýtt kerfi. Það var aldrei gert fyrir okkur. Það var aldrei spurt hvað haldið þið að þið þurfið mikið í þennan pott svo þið getið staði við þennan 48 daga á ári sem eru 12 dagar í mánuði, í 4 mánuði sem alveg ótrúlega lítið sem verið að bjóða okkur. Þetta eru dýra fjárfestingar, ég meina sjáðu þennan bát hérna. Þetta er ekkit ódýrt. En þú veist, svo eins og ég segi, sko, við erum með fasta fjármuni og það alltaf verið að tala hjá bændum og annar staðar. Það eru fasta fjármunir og það þarf að borga sig, fyrir bændur að gera þetta svona eða hinsegin af því að það fasta fjármunir sem eru bundnir í einhverju sem hefur verið fjárfest fyrir. Þetta fasta fjármunir hérna sem verið að binda fé í til þess að geta gert þetta. Þetta bara eins og landbúnaður. Þetta er bara fiskibátur. Þetta eiginlega bara eins og við kallum þetta í gamla daga sjávarútvegsbóndi. Þannig að ég það má gera svo miklu betur og ef að fólk bara áttaði sig á því sem raunverulega kannski að taka ákvarðanir líf þessa fólks sem að býr bæði við skertan hlut út á landsbyggðinni í litlum þorpum þar sem kvótinn hefur allir verið tekin í burtu. Það að reyna að bjarga sér með að kaupa svona bát og reyna að reka hann yfir sumarið, hjálpa sér með tekjur, skilurðu, þannig að það geti búið þarna áfram. Og af hverju ekki? Af hverju ekki að leyfa fólki að velja sér búsetu? Af hverju þarf alltaf að vera að pína fólk af landsbyggðinni til Reykjavíkur og bara höfuðborgarsvæðið? Við þurfum ekkert endilega að spenna meira á fasteignamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu heldur en búið að gera. Við eigum frekar að létta undir kannski landsbyggðinu og bjóða frjálsar strandveiðar. Það getur kostað það að fullt af fólki sem kannski flutt til Reykjavíkur og búið að flýja landsbyggðina, það langar kannski bara að fara aftur, á landsbyggðina og hasla sér völl þar og vera bara með sinn bát og sína fjölskyldu við það. Og það myndi þá sama tíma draga úr spennu á leigumarkaði og líka spennu á fasteignamarkaði í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu sem gæti kannski hjálpað fullt af fólki sem á erfitt með að fá orðið í dag húsaskjól. Daginn eftir að viðtalið var tekið var uppstillingardagur. Það enn ein takmörkunin, ekki með róa á rauðum dögum. Magnús fór yfir róður dagsins og hvernig hann sér næstu daga fyrir sér. Já, ég var að koma í land með skammtinn. Ég búinn að taka skammtinn alla dagana og fyrsta daginn tók ég smá meira ufsa líka og þannig að þetta bara orðið ágætt allavega það sem komið En fyrir þá sem að átta sig ekki alveg á skammturinn, hvað þýðir skammturinn? Það ein takmarkunum sem við höfum. Það 774 kíló per dag í óslægðum þorski. Þorski, já. En þú mátt taka eins mikið ufsa og vilt, hvernig það? Já, við megum alveg taka eins mikið ufsa og viljum, en það náttúrulega, við fáum bara 80%, hitt rennur til ríkisins. Ok, og það hvað, 8. maí í dag, þannig að þetta stranduði tímabil nýlega hafið, og hvað, ertu búin að ná að sækja bara alla þá daga sem hafa verið í boði? Já, ég búin að fara alla daga. Og alltaf með skammtinn? Alltaf með skammtinn, og já, rúmlega það með ufsan. Og eins og bara róðudagsins, hvenær fórstu út og hvað fórstu langt og svona? Heyrðu, ég bara leysti frá bryggjunni og lét reka hérna út fyrir Hafnagarðinn hérna í Grófinni og byrjaði að dorga hérna í morgun klukkan 5. Færði mér svo inn á Vogabrún. Þetta bara, við erum að tala innan við korter. Bara hérna rétt út fyrir bara? Já. Og bara sama staða eins og Gísli Reynir sem hefur verið alltaf með vikulega pistla. Það bara fiskur út allan sjó bara. Það bara ennþá þannig eða? Það fiskur út allan sjó hérna innan bugtar núna sem mjög óvenjulegt
það hefur bara held það tíðkast ekki að vera með handfæri fyrir innan Garðskaga. Það hefur bara frá því ég man eftir mér og forfeður mínir töluðu alltaf það væri erfitt að gera út á handfæri hérna fyrir innan Garðskaga. Það væri bara yfirleitt ekki fiskur á þessu svæði. Og hvaða breyting þetta heldur þú? Þetta bara sennilega svo ofboðslega mikið af fiski og sennilega eins og margir halda fram að fiskurinn orðinn það mikill að hann farin að éta undan sér og við erum kannski bara að vanveiða. Við þurfum bara kannski að bæta í veiðana og veiða meira. Það verður líka gott fyrir þjóðarbúið að fá meiri tekjur og gjaldeyrir og geta þá spýtt aðeins inn í innviði þjóðfélagsins. En það var skítabræla fyrir utan Garðskaga í morgun. En þú veist, við hefðum frekar átt að róa sem sagt ekki fá að velja okkur dag, heldur áttum við bara að fara í brælunni í dag út fyrir Garðskaga og veiða, ef maður væri ekki bara hérna inn í flóa hjá okkur fiskurinn. Þá hefði ég orðið að fara í Garðsjóinn eða eitthvað í skítabrælu. Og sem ákveðin slysahætta líka? Já, sem bara slysahætta. Það fullt af minni bátur sem eru náttúrulega verða að reyna að sækja þessa daga sína. Og við erum með 12 daga. Ég held að sé rétt hjá mér að við höfum haft 15 daga til þess að ná þessum 12 dögum út á rauðudögunum í þessum mánuði. Þannig að þá verður... Þetta er orðið svolítið knappt. Já, veðurguðirnir þurfa heldur betur að spila með þá. Rauðudagarnir verða kannski svona í hugamanns kannski þess vegna svolítið óheilagir því að maður vill helst geta róið í betra veðri. Og eins og sakir standa núna áttu þá, það er þá bara næst á bara mánudaginn? Það er bara mánudagurinn næst. Já. Það er bara Guð og lukkan hvort hann er hérna fyrir framan ennþá eða ekki. Já. Kannski þarf maður bara kannski að fara út í Garðsjó eða kannski út á Haus eða eitthvað annað.